sjávarútvegsmál, kannski kvótakerfið. Hann hingað kominn Kjartan Sveinsson sem nýorðinn formaður í strandveiðifélaginu. Já, til hamingju með það. Takk fyrir. Heyrðu, strandveiði, þú ert strandveiðimaður? Ég strandveiðimaður, já. Og hvað að vera strandveiðimaður? Já, svona fyrir utan það að vera best að vinna í heimi. Já, það að vera strandveiðimaður, það er sko, já, fer eftir því kannski hvernig maður skilgreinir það, en yfirleitt þetta fólk sko á trillum, á litlum bátum, smábátum, og við erum öll bara ein á okkar bát og fáum að hafa sem sagt fjögur handfæri, 4 rúllur á hverjum bát. Og svo förum við bara og veiðum þorsk bara við Íslands strendur, en við getum alveg farið svolítið langt út samt, sko. Já, en þeir megið fara sjaldan? Já, okkur voðalega þröngur stakkur sniðin og það náttúrulega hitt, sko. Þetta er náttúrulega bara trillukallar og konur sem í raunni strandveiði fólkið. En strandveiðikerfið var náttúrulega, sko, það sem við gerum að við erum að skaka. Og skaka náttúrulega sko ein elsta veiði aðferð sem að til á Íslandi. Það bara að senda spotta niður með mörgum önglum? Já, með svona 3-4 önglum og sakka á endanum og svo fer þetta bara niður á botn og svo hið eiginlega skak þar maður kippir upp 3-4 metra og svo fer það niður aftur og svo upp og niður og þannig að maður þarf enga beitu og það bara krókarnir sem að hreyfast og fiskurinn, já, ég veit ekki hvað það er sem hann sér í önglinum, sko, en hann býtur á og svo... Það eitthvað sem menn lærðu fyrir langalöngu síðan? Já, þetta er margra aldára gömul veiðaðferð, sko. Og það er svona... Þannig að þessi veiðaðferð er búin að vera í gangi í margar aldir, en strandveiðikerfið aftur á móti, sem sko, þegar við tölum strandveiðar, þá í rauninni erum við að tala kerfið líka, ekki bara veiðaðferðina, og það er nýtt. Það er tilkomið 2009 og það kom til vegna þess að það voru 2 trillukallar sem að bara voru kvótalausir, eitthvað í kringum 2002-2003 eitthvað svo held ég man rétt, og bara ákvað að láta ekkert segja sér fyrir verkum og réru samt og gerði það ítrekað og voru alltaf teknir af yfirvöldum þegar þau kom í land. Og þeir fóru bara með þetta í mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna og unnu það mál. Þannig að mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna sagði að þetta væri brot af mannréttindum á grundvelli sem sagt frelsis til búsetu og frelsis og sem sagt atvinnufrelsis. Þannig að þá þurftu íslensk stjórnvöld að koma einhvers konar kerfi á og þetta var sem sagt lendingin, þetta strandveiðikerfi. Jón Bjarnason sem að setur þetta inn. Ég held reyndar að það veri Steingrímur Jóð sem að setja þetta á fyrst, en Jón Bjarnason sem sagt útfærði þetta. Ég var ekki á landinu þegar þetta gerðist, þannig að mann það ekki nákvæmlega. En kerfið er þannig að þið megið fara hvað út, 40 daga á ári eða? Þetta eru 48 dagar á ári og yfir 4 mánaða tímabil frá 2. maí og fram í lok ágúst, sem sagt 12 dagar í mánuði, en svo allskyns aðrar haftir að við megum til dæmis bara veiða á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum, megum ekki fara á föstudögum, laugardögum, sunnudögum, megum ekki veiða á rauðum dögum og þess vegna byrja tímabilið 2. maí. Og við megum bara, eins og ég sagði, við megum bara vera með 4 rúllur og við megum bara sem sagt koma með 774 kíló af óslægðum þorski í land og svo eitthvað af ufsa og karfa ef hann er meðafli. Og svo ég var að gleyma þessu öllu, það er svo mikla haft. En getur þið lifað þessu? Nei, það getur enginn lifað á þessu. Þannig að þetta er atvinnufrelsi til þess að vinna við eitthvað þar sem getur ekki lifað því? Já, það er nefnilega málið og til þess var nú sko strandveiðifélagið stofnað vegna þess að sko nú er komin 14 ár frá stofnun kerfisins og það verið að hringla með þetta fram og tilbaka og setja í bakkgír og framgír og ég veit ekki hvað. En aldrei þannig að það sé hægt að lifa á þessu og sko 48 dagar
þetta hljómar eins og þetta sé sko að þetta sé sóknamark en þetta er raunin aflamark vegna þess að svo fáum við bara 10 tonn og þegar potturinn er búinn þá var bara sett stopp þannig að seinasta sumar til dæmis að þá var sett stopp 21. júlí og þá var bara sko 1/3 eftir að vertíðinni og svo líka stoppið við daginn en þú er búin að fá þessi rúm 700 kíló og þá verður að fara í land já og maður, ef það vel fiskast þá er ekki góðu dagur hjá þér, það er bara alltaf sami dagurinn. Já, og þá þarf maður að fara út aftur daginn eftir og eyða olíu og allt það, en frekar heldur en að geta bara sko veitt 1500 kíló einn daginn og sleppt síðan næsta degi sko. Hverjir eru strönduðumenn ef það er ekki hægt að lifa þessu? Er það bara Já, það er svona fólk eins og ólæknandi rómatíkar? Já, ég veit það nú ekki. Þetta er náttúrulega fólk sem að bara elska sjóinn. Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 og ég veit það bara frá sjálfum mér að ég menna þetta er þótt að maður þurfi síðan að finna sér eitthvað annað að gera á veturna til þess að toppa upp heimilisbókhaldið sko. Að þá er þetta bara alveg toppurinn. Ég menna það jafnast ekkit á við það að vera úti á sjó og vera með höfrungana leikandi sig kringu sig og reyna að sikta út kríuna og allt þetta sko, lesa í umhverfið. Þetta er mjög mikið sko, maður er alveg nátengdur náttúrunni sko, maður er einhvern veginn orðin bara einn með náttúrunni. Það er hápunkturinn á þínu lífi. Það er Kjartan upp á sitt besta þegar hann er að nota sjó. Já, svona fyrir þannig við erum núna að tala við bara föla útgáfu að Kjartani. Já, svolítið að reyna skríðundan vetri, fölur og fári, já, akkurat. Já, þannig að þú ert að þessu, hvað fyrir bara, já, þetta er svo lýsing á svona rómatík eða lífstíl eða Já, ég myndi samt eiginlega ekki vilja setja þannig upp. Þú til þess að vera það, þú myndi vilja bara geta brauðfett þig á tölunni. Já, það er það sem að við eiginlega bara allur strandveiðiflotinn, það sem okkur dreymir og einmitt þessi hugmyndum að þetta sé bara rómantík og að þetta sé hobbyveiðar og svoleiðis, þetta náttúrulega kemur allt úr hérna áróðusmaskínu SFS þess að þeir vilja að við séum einhvers konar sko, að við lítum út eins og einhvers konar lifandi sjóminjasafn sem við erum ekki vegna þess að þótti eins og ég sagði sko að hérna skakið er náttúrulega aldagömmul aðferð en hún er líka framtíðin vegna þess að við erum vistvæn, við röskum engu á sjávarbotninum, við skiljum ekkit rusl eftir okkur við förum rosalega vel með fiskin og allt svoleiðis þannig að sko ef maður fer út í fiskborðið í stórmarkaði í Bandaríkjunum eða Bretlandi eða Þýskalandi eða hvað sem er og maður fer í fiskborðið að þá er dýrasta og fínasta varan að það er íslensku þorskur, veittur og krók. Já, að þeir segja að þú myndist á stórútgerðina og þeirra hagsmunasamtök. Þau segja að þið komið með slæman afla á landi. Ekki ferska, við illa meðan farið. Já. Þetta sér sóun á verðmætum hafsins að leyfa ykkur að taka þessi 10.000 tonn. Já, og þar vitnaður alltaf í skýrslu sem var skrifuð held ég 2010 eða 11, sem sagt 1 eða 2 árum eftir að kerfinu var komið á og náttúrulega þegar komið svona splunkunýtt kerfi að það þarf náttúrulega byggja, það þarf smá tíma til þess að byggja upp eitthvað strúktúr í kringum þetta og þá voru, það voru eflaust einhverja hafnir þar sem var erfitt að komast í ís og annað slíkt sko en núna sér maður það bara sko eins og sko ég ger út frá Grundarfirði og þar er komið alveg rosalega hérna sko þétt kerfi í kringum aflan, þannig ég fer bara út kem inn og það er einhver náungi á gaffaliftara sem að bíður eftir mér og liftir fiskinum upp úr bátnum og svo þarf ég ekkert að hugsa það meira, það er einhver sem að sér klaka og það er einhver sem sér flutninga og fiskmarkarinn sér hérna sölu á fiskinum og ég þarf ekkert að hugsa meira það og svo er þetta bara komið á markað og á núleitinu og eflaust komið sko, til Bretlands eftir einhverja daga sko. Þannig að það tekja á mótur svo eins og verðmæti sem þetta er. Já, og það er náttúrulega sko það að allir þessir aðilar skuli sjá sér eitthvað hag, ég menna það er enginn að gera þetta af góðmenn sko, það er allir sem að græða á þessu og svo náttúrulega hérna öll þjónusta önnur þjónusta í landi eins og vélavirkjar og annað slíkt sko. Það sem verður til, þetta er svona það þekkja allir sem að þekkja til sjávarbyggðanna að þegar það eru margir bátar í höfninni að þá svona hríslast hérna arðurinn af auðlindinni upp eftir öllu hérna samfélaginu. Það eru, þú veist, kallanir í velsmiðunni og hérna fólkið í búðinni og eitthvað svoleiðis í staðin fyrir það kemur svona eitt tógari að þá
er erfiðar að sjá hvernig það bætir allt samfélagi. Já, akkurat. Herðu, en hvað viljið þið? Já, hvað viljum við? Eru þið sáttir með stöðunni eins og hún er núna? Eru þið sáttir með þær tillögur sem eru svona að verða til í höndunum á nefndunum hennar matvælaráðherrans? Nei, þetta er sko, staðan eins og núna er alveg hræðileg. Hún er hræðileg. Því miður. Því miður er það þannig að staðan er bara mjög slæm núna og það sem við viljum er náttúrulega þessi 48 dagar og þá helst yfir 6 mánaða tímabil vegna þess að sko byrjun sumars er langbest hjá okkur fyrir vestan, lok tímabils, ágúst-september er miklu betra fyrir norðaustan. Og fer bara eftir fiskgengd. Fer eftir fiskgengd og þannig að það er það sem við viljum. Og svo er náttúrulega veðrið heldur aftur að ykkur. Já, ég meina það er bara koma brælur og þá farið ekkert. Já, það er bara nóg sóknarstýring. En það er nefnilega sko, það er að áhugaverða við þetta vegna þess að sko þetta er náttúrulega atvinnugrein sem er háð alveg rosalega miklum breytum sem við höfum enga stjórn á og það er náttúrulega veður nummer 1, 2 og 3. Svo er það fiskgengd og svo er það vélabilanir og þetta er allt saman algjörlega út úr okkur höndum. En það merkilega við að sko stærsti óvissu þátturinn í rauninni eru stjórnvöld. Og við sjáum það bara núna að sko að það á að setja það er frumvarp að hringlast eitthvað á Alþingi svæðaskiptingu og sko það er 2 vikur eða 3 vikur í vertíð og við vitum ekkert hvernig vertíðin á að líta út. Við erum að eyða 100.000 í undirbúning og við vitum ekkert hvernig það á að líta út. Er það hugmyndin að það var svæðaskipt þannig að þið fyrir vestan sé ekki búin að klára þessi 10.000 tonn áður en það koma? Já. Það er hugmyndin. Það er hugmyndin og þetta frumvarp er bara ég held að hljóti að vera hannað alveg sérstaklega til þess að reka fleyg á milli strandiðmanna, bara splundra samstöðunni og það er alveg að virka. Og ég ger út á A-svæði, ég ger út á Vesturlandi og ég skil sjónarhorn þeirra fyrir norðaustan bara mjög vel. Sko við á Breiðafirði, við erum ferlega súrir ef við myndum missa maí út og þeir náttúrulega mistu ágúst sem er þeirra besti mánuður, þannig að ég skil þetta. En málið er það að við erum búin að... Hver er tillagan ef þið missið maí út? Hver er tillagan? Nei, við myndum ekki missa maí út, ég er bara að segja, sko, ég skil þeirra sjónarhorn mjög vel, en það eru margir á A-svæði sem eru mjög fói út af þessu vegna þess að þeim finnst að vera að taka eitthvað af sér og sem það náttúrulega er verið að gera, það er verið að taka úr einum vasa til að setja í hinn. Þannig að bæði landsvæðin hafa eitthvað til síns máls og þetta vita þau, þannig að þau bara henda þarna inn einhverjum sprengjum og til að splundra hópnum. Og vandamáli með það er að sko, það væri að laga þetta svo auðveldlega þannig að allir væri sáttir. Hvernig þá? Bara með því að bæta í pottinn. Finna nýja fiska? Nei, bara sko, heimildirnar eru til. Það er að sækja sko, rækju og skelbætur, það er að sko, hræra aðeins í byggðakvótanum sem er náttúrulega bara spillingar forar pittur út af fyrir sig sko, og það vantar svo lítið upp á sig það til. Það vantar svo rosalega lítið upp á til þess að þetta gangi upp fyrir smábáta flotan. Þetta er svo litlar afla heimildir sem það þarf til. Það sem hefur sést að tillögunum nefndana að þryggja, þá er kannski erfitt að ráða í það því að þetta er ekki endilega tillögur, en það verið frekar vera svona sem verið að íta ykkur í burtu frekar heldur en að stekka hlut ykkur. Já, þetta tala auðlindin okkar, sem að ég myndur helst vilja setja innan gæsalappa. Já, það er náttúrulega kapituljóta fyrir sig og kannski mál sem ég hef aðeins meiri áhyggjur af heldur en þetta frumvarp. Þess að frumvörpin koma og fara og við stöndum þann storm alveg af okkur, en ég hef mjög miklar áhyggjur af þessari nefnd. Og við skrifum nú opið bréf eftir að þau kynntu bráðabirja niðurstöðunar í hálfleiknum svo kallaðana í febrúar. Það sem við spurðum bara út í vegna þess að sko niðurstöðuna voru bara þær að kvótakerfið var búið að sanna gildi sitt og við þurfum ekkert að hugsa meira út í það og en að það væri sko spurningamerki í kringum strandveður og hvort að strandveður væri búnar að ná markmiðum sínum og við það mætti þá setja það bara inn í kvótapottin. Já, það var ein tillagan og sko það var ein tillaga af 2 sem hann Eggert Benedikt Guðmundsson setti fram. Hann setti fram 2 tillögur stjórnun fiskveiða. Önnur var bara að leggja niður allt félagslega kerfið og færa það inn í kvótakerfið.
og hann sagði, og ég held ég sé að vitna beint í hann, jafnvel best fyrir byggðir landsins ef að það væri gert. Vegna þess að þá var hægt að nota þá peninga til þess að byggja upp eitthvað svona aðra starfsemi. Hagsmuninu dreifðu byggða og stórútgerðarnir fara algjörlega saman. Já, akkurat. Og þarna erum við náttúrulega að tala svona top-down nálgun. Að það eru stjórnvöld sem að dreifa þá peningum sem að koma út úr þessu. Og það var leiði númer 1. Og hann var mjög jákvæður út í það. Hann ljómaði alveg þegar hann talaði það. Og svo var hin leiðin sem var þá að endurhugsa félagslega kerfið og leggja þá niður almenna byggðakvótan sem að má alveg gera sko, eða allan endurhugsa byggðakvótan og slúta þessum rækju- og skjaldbátum og annað slíkt. En svo sko, það stóð í skýrsluna að það ætti að færa þetta yfir í sértæka byggðakvóta og eða strandveiðar. En svo þegar hann heldur erindi sitt að þá þetta og eða strandveiðar komið út og bara í sértæka byggðakvóta. Og það eru bara kvótaeigendur sem hafa aðgang að sértækum byggðakvóta. Og meðal annars sko fyrir austan náttúrulega hneykslismálið það sem að sko norskt laxeldis fyrirtæki byggðakvótan og svo náttúrulega fyrir vestan það sem að einhver starfsmaður byggðastofnunar útlitaði sínu eigin fyrirtæki byggðakvóta. Þannig að sko þið hefði ekki aðgang á honum. Og svo að það mætti fara rök fyrir því að það sé meiri efling fyrir byggðirnar að fá nokkra strandveiðibáta heldur en. Já. En það sko hluti af þessum byggðakvóta endar hjá strandveiðimönnum en þá í leiguformi sko. Og ég ætla bara að fá að segja þér eina sögu sem svolítið lýsir þessu svolítið vel. Að það var einn maður á bryggjunni hjá mér sem að eftir að vertíðin stoppaðist þarna í júlí í fyrra þá ákveður hann að fara á Ufsa og þetta maður sko sem búin að vera sjómaður í 40 ár og þekki Breiðafjörðinn eins og handabaki á sér og veit alveg hvað Ufsa blettirnir eru en það ekkert alltaf 100%, þetta ekkert 100% vísindi sko. Þannig að hann fer á þekktan Ufsa blett niður með færin, upp með færin þá eru bara svona 10 kíló þorskar á hverjum krók og hann hugsa með sér andskotin, heyrðu hvað í gangi hér, niður með krókana aftur og sama upp aftur. Þannig að hann hugsaði með sér, ég fer eitthvað annað og fór á annan blett og mókaði Ufsa upp þar. Daginn eftir fór hann að þann blett aftur og kom ekkert upp með þorskur. Og þá var hann búin að fylla alla frystikistu hjá sér og vinur og vandamenn. Það mátti ekki selja þetta. Það mátti ekki selja þetta náttúrulega. Þannig að hann hugsaði með sér að við andskotin, ég lendi í veseni með fiskistofu, ég verði eiginlega að leigja með tonna af þorski bara til þess að geta komið, sko, ef þessi staða kemur upp aftur, ég lendi ekki í veseni. Þannig að hann leigir tonn af þorski og það var eitthvað í kringum 400 kall kílóið sem hann borgar í leigu og fær 450 kall kílóið. Þannig að það er einhver sem fekk hann að byggðakvóta, leigir honum, hirðir sko 90% af arðinum þar. Þannig 50 krónur hafa líklega bara farið í olíu og útgerðarkostnað ekki? Jú, og þetta er bara kostnaðurinn við það að reyna gulltryggja sig hvert fiskistofu sko. En það er einhver sem að ríkið er að útleita kvóta, þannig að mann getur bara leikt hann út aftur og orðið bara auðvir af því. Já, og það gerist alveg mjög mikið og oft til ymmit strandveiðiflotans. Þannig að af hverju ekki bara láta strandveiðiflotan fá hann beint. Þið skrifuðu að þú skrifaðir opið bréf, fyrstu svar? Já og nei, sko, já við skrifum opið bréf einhvern tímann í lok febrúar og svo kom nú bara þögn í einhverja vikur og svo loksins voru við búið á fund. En það var það ekki til að ræða þessar spurningar og að þegar í þessu opna bréfi að þá vorum við að spyrja út í sko annars vegar hver markmið þessara vinnu eru og hins vegar hvað aðferðafræði væri stuðst við til þess að afla gagna og að greina gögn. Og ég meina þetta er stór nefnd og væntanlega hljóta að vera eitthvað svona vísindilegar aðferðir sem er verið að nota til þess að afla gögn og greina þau. Hlýtur þetta að vera að forsenda þess ef að ná einhverju sátt að það sé svona sátt það að grunnurinn sé réttur? Já, en málið er það að sáttin sko, og það var hlutin af sko markmiðinu að sko annars vegar er sko markmið að ná eitthvað svona sátt
og hann Gunnar Haraldsson sagði það nú í hálfleiksfundinum að hann vissi nú bara ekkit sko hvað væri átt við með sátt fyrir hverja og hann alltaf svolítið skrítið að vera hálnað með vinnuna og samt vera ekki búin að skilgreina útgangspunktinn en svo náttúrulega hinn útgangspunkturinn hjá þeim er sko að hámarka verðmæti og það er engin umræða hjá þeim sko hvort að þessi tvö markmið fara saman og hver er dýnamikinn á milli þeirra og ekki neitt sko en allavega við vorum kölluð þarna á fund og fengum svona aðeins að sprikla og segja okkar hlið málsins og spurðum síðan bara en sko hvað með þessar spurningar sem við sendum ykkur og byrjuðum á því að reyna að segja eitthvað svona, já það er nú munur á aðferðum og aðferðafræði og ég veit ekki hvort það var átt að segja á því að ég var með doktorsgráðu sko frá London School of Economics og þekki þetta alveg sko, það er ekki þetta að slá ríki í augun á mér með einhvern svoleiðis útúrsnúningum og þegar það var ljóst að það var ekki að fara að skila neinum árangri hjá þeim að þá bara snöggreiddust þau og hótuð að slíta fundi. Þannig að þau vildi ekkit svara neinu þetta sko. Og þannig er staðan? Já, þannig er staðan og ég held að sko nú er ég náttúrulega bara fabulera en það bendir allt í þá áttina að það sé löngu búið að ákveða niðurstöðuna sko en það er maður sko skoðar til dæmis vefsíðuna þeirra og skoðar gögnin sem að þau segjast hafa safnað sko maður fyrir inn á fundagerðir það eru alltaf tómar það stendur bara hver á mættur og hver á með framsögu og hvert erindi var og svo bara ekkert meira sko, það er hérna ein fundagerð 5,3% kerfið, sem sagt félagslega kerfið ég veit ekkert hvað var sagt þar ég veit ekkert hvað aðilinn sem að með framsögu þar hvað hans skoðun á því kerfi sko. Þannig að það er engin leið fyrir neitt utanákomandi að leggja neitt mat á þeirra vinnu og það ég meina þetta er sko regla nummer 1 og 2 í vísindalegri nálgun að vera með vel skilgreint markmið og vel útfærða aðferðafræði aðferðafræðilega nálgun. Hvorugt þetta? Ég sé hvorugt sko. Ég sé hvorugt. Þú sagðir áðan að stjórnvöld varu mest óvissan og drillu sjómunum meir en veðrið og fisklengt og vélabilanir. Er það eitthvað tilfinning að stefna stjórnvalda í sjávarútvegsmálum sé raunverulega stýrt út frá hagsmunum stórútgerðarinnar? Já, ég held að það sé nú alveg öllu ljóst sko. Ég alls skammast mér að bera fram með þessa spurningu því að ég held að flestir Íslendingar séu bara á þetta sé málið. En þá var það spurningin af hverju er þetta röng aðferð hjá stjórnvöldum að gera bara eins og Samherji og Brim vilja? Er ekki Samherji og Brim sem skila okkur mest af marðunum? Ég býst við að það sé hugmyndin á bakvið það að láta þau raunverulega stýra sjávarútvegsstefnunni, að það sé hugmyndin að þau séu bara færi þjóðinni aukin arð og velsæld heldur því tilluganandi? Já, sko í fyrsta lagi þá veit það í rauninni enginn vegna þess að sko við fáum ekki tækifæri til að sanna okkur almennilega en ég meina við erum að framleiða dýrustu og fínustu vöruna sko það sko eflaust væri bara langhagstæðast og hagkvæmast að vera bara með einn tölvustýrðan ofurtogara og 0 manns í vinnu en ég meina sko er það eitthvað er það þannig sem að við viljum sko Nei. Og svo er ekki endur að vísta að það sé hagkvæmast. Nei, svo er það ekki eins og kemur í ljós að þið fáið besta verði fyrir vöruna. Já. Spurning hvort að maður elda það frekar, heldur en hagkvæmnina. Akkurat, en það er náttúrulega með sko með þetta að það þarf náttúrulega sko alltaf þegar SFS talar um laxeldi til dæmis, að þá talar alltaf um sköpuð störf. Alltaf þegar talar um kvótakerfið, að þá talar alltaf um hagkvæmni. Og sko hvort er það? Af því að þetta tvent sko þannig að hagkvæmni í því að leggja bara niður störf og gera fólk atvinnulaust út alla landsbyggð að ég sé ekki alveg sko gildið í þeirri hagkvæmni endilega sko ef að það er óhagkvæmt að fólk sé í vinnu og sé með tekjur ef það er bara einhvers konar tapaði peningur að þá er ég ekki góð og svo náttúrulega hitt að þeir segja alltaf að sem sagt
Ísland sé eina landið sem að sko fara ekki ríkistyrki sko og ég hef aldrei séð neina útreikning á því þau segja þetta en ég veit ekkert hvort að það sé reiknað eins hér og í Bretlandi og hérna þetta svona, það öllu slengt fram en engin gögn sem látin fylgja sko og við höfum bara að trúa öllu sem að þau segja sko. Útgerðin til dæmis undan þegin virðisaukaskatti og þegar maður nefnir þetta þá eru sko harðdrægustu hérna málaga fylgjumenn þeirra að vera alveg stúm af því að raunverulega aldrei sko neinar upplýsingar upp á borðinu. Já, bara allt eftirlitskerfið og hérna slysavarnakerfið og allt það sko, ég meina er það reiknað inn í þetta og svo taka sjómenn þátt í að greiða niður olíukostnað og alls konar svolítið, það var að líta það sem styrk. Já, akkurat. Það mætti gera það. Herðu, en þú lýsir svo svolítið þannig eins og til dæmis með SFS að þeir segja eitt hérna þeir henda þarna og annað hérna megin og það er bara þeir eru bara að geta sína hagsmuna. Já. En hins vegar eru stjórnvöld. Ef það er ekki gott ef maður ferði á tilfinningunni að það sé kannski ekkert sagt, það sé óljóst hvert á að fara, hvernig á að meta hagsmunum, það gerir það eiginlega ómögulegt að taka þátt í umræðinu því að maður fær bara alls konar, bara þessir og einn daginn og næstur og hinn daginn og stundum virka nú stjórnmálin bara svona að mann grípa bara til okkur hagfræðikenninga út og suður og það er engin heilbrú í þessu. En er það þín upplifun á þessari nefnd að það er eins og raunverulega skipta ekki máli hvað er sagt og hverju rökin eru, heldur séu bara einhverjir hagsmunir þarna bakvið sem að hafa raunverulega ákveðið hver niðurstaðan á að vera? Ég sé ekkert neitt annað svar við þeirri spurningu sko. Ég meina þeir sem að sko tala okkar máli, smábáta og þú nú fengið bæði Artur og Atla til þín og ég meina þeir sögðu náttúrulega báðir að ég meina ekkert af því sem að við sögðum kom fram í þessari skýrslu. Þannig að það er náttúrulega það er spurningamerki þar og svo er það náttúrulega sko að hérna að ef maður skoðar að viðmælenda hópin þá náttúrulega þrír hérna fulltrúar smábáta eigenda 7 bara frá Brim og tugir frá stórútgerðinni þannig að ójafnavægið er náttúrulega alveg gríðalegt sérstaklega ljósið þess að skýrslan leggur náttúrulega til langmestu breytingarnar á smábáta ekki á stórútgerðina þannig að sko ef það er stefnan að fara að krukka eitthvað í 5,3% kerfinu af hverju þarf þá að tala við 7 aðila frá Brim þannig að hérna, ég hef þetta á tilfinningunni og ég meina það er náttúrulega mjög skrítið að maðurinn sem að stýrir þessu sé sko fyrrverandi forstjóri HB Granda sem nú heitir Brim ég meina það er bara surrealist það er algjörlega út úr kú að hann skuli vera að stýra þessu En talandi Brim að þá sagði Guðmundur nýlega Kristinsson aðalegandi, hann sagði ekkert að það yrði aldrei sátt sjávarútveg, það er bara þannig þannig að tala að vera eitthvað svona sátt er bara tómmál en þá er maður að velta fyrir sig sko að því að það kemur oft fram í svona könnunum og svona það er yfirgnæfandi meirhluti almennings á móti kvótakerfinu og sem SFS segir það að séu bara rangar upplýsingar, almenningur sé það bara vitlaus en maður samt upplifum að það kannski að almenningur þekki alveg þetta kerfi. Hver er þín tilfinningu fyrir því? Þekkir almenningur sjávarútveg á Íslandi? Eða er hugmyndir almennings sjávarútveg rangar? Nei, sko, hérna, ég meina það sjá náttúrulega allir spillinguna sem að viðgengst í sjávarútveginum og hérna það þarf ekkit, þú þarft ekkit að kunna þekkja munin á ólíkum veiðarfærum eða á sértakum byggðakvóta og almennum byggðakvóta til að sjá að kerfið er algjörlega rotið og hérna ég meina það er alltaf bara augljóst og ég meina auðvitað sér fólk það og hérna og svo sér það til þess að búið til sátt og það að breyta kerfinu Já, eða allavega einhvern veginn að hleypa einhvern veginn öðrum að og það er náttúrulega það sem að sko strandveiðkerfið er náttúrulega eina kerfið sem að hleypir einhverjum að það er á engin neitt í strandveiðkerfinu það eru bara allir jafnir og það er opið öllum og hérna á engin neitt nema bátarnir svona og þetta er eina leiðin fyrir fólk svona eins og mig, ég meina ég ólst upp hjá með afa mínum á Gráslöppu þegar ég var unglingur alltaf langað til að verða trillugall en það var bara ekkert í boði fyrir en bara nýlega sko þannig að þetta er svona eina leiðin fyrir fólk eins og mig að komast inn í kerfið og ég held að fólk sjáu alveg hérna óréttlætið í því að það séu bara örfáar fjölskyldur
sem að sitja á þessum gríðalegu auðafum bara eins og ormar á gulli og hleypi engum öðrum að. En að því að þeir talað að þetta eigi að vera sátt sjávarútvegsstefnu en svo kemur þessi áfangaskýrsla eða hálfleikur eða hvað að kalla og þá þar eiginlega sagt að kvótakerfið sé gott. Já. Þannig það eins og sé verið að búa til sátt eitthvað sem að 70+% af landsmönnum mjög ósáttu við. Já. Og þá vorum að velta þessi ummæli Guðmundar að auðvitað verður alltaf einn sátt. Þess að þessi undirbúið svo það að það mun ekki koma einn sátt út úr. Það ekki hægt að selja Íslendingum kvótakerfið. En þeir alltaf samleggja það. Já. Þeir alltaf að hanga í þessu endalaust sko. Já, og svo það náttúrulega, ég meina hann hefur svona rétt fyrir sér að ákveðinleita hann Guðmundur að þegar það sko svona takmörkuð auðlind af gríðalegum fjármunum að það verður aldrei neins sérstök sátt það en það þýðir ekki það að það sé ekki að búa til eitthvað svona réttlæti í kringum aðgengið sko. Svipað þú varst að segja hólfaskiptin að leið og það kemur upp að þá verður ólíkir hagsmunir og þá verður engin sátt. Þá verður engin sátt. En það náttúrulega hlutur stjórnvalda að búa til kerfi þar sem að er réttlátt. Já. Og nú þetta kvótakerfi ekki réttlátt að mati þjóðarinnar, ekki meirhluta þjóðarinnar. Já. Herðu, en eitt sem að þú sagðir að lausnin væri það að þið fengjum meiri lengri tíma. Já. Fleiri fiska. Já. Ekki hætt á því að smábáta sjómenn eða strandveiði sjómenn eyði fiskinum? Það held ég ekki. Ég á mjög erfitt með að sjá það og ég nú ekki fiskifræðingur og það eru Sigurjón Þórðarsson geti svarað þessu miklu betur en ég sko en Jón Kristjánsson hefur líka svarað Jón Kristjánsson hefur svarað þessu líka sko og ég veit það núna að þeir handvarabátar á Breiðafirði sem eru búin að vera á veiða á kvóta í vetur að það allt morandi að fiski þar sko. Þannig að þetta mjög skrítið og það alltaf mjög skrítið að sett stopp á okkur og eins með grásleppinu sko, sett stopp að þetta er svo mikill fiskur. Já. Þannig að það eitthvað Jón fiskifræðingur Kristjánsson, hann ekki ánað með það. Hann segir að það sé bara verið að eyða þá bara það verði að veiða fiskinn, það mikið á honum. Því annars étur hann undan sig bara. Já, einmitt. En ég veit minn það er mér fróðari menn það sko. Ég kannski meira svona inn í pólitíkinni og svona félagsfræðinni á fiskveiðistjórnarkerfinu kerfinu fyrir eitthvað líffræðinni. En ykkar kraf svolítið að þið fáið fleira vegna þess að það sé ekki skaði af því? Já, og við sko skaðin af sko eflaust ég veit ekki hvort það sé hægt að ofveiða á handfæri sko, en við þessi 700 bátar getum það aldrei sko. En svo náttúrulega allur hinskaðinn sem er engin hjá okkur sko. Annars vegar það náttúrulega að við valla snertum botnin á hafinu og svolítið erfitt með botnin á hafinu þegar við sjáum hann ekki sko. Þannig að við veitum ekki hvað er verið að djöflast í honum með allskins tógveðar og draslir sko. En það er ekki sýnilegt en við valla snertum hann og við skiljum ekki okkur eftir neitt rusl og þannig að það er ekki nokkur einasta spurning að vistfræðilegt fótspor okkar er bara brot af togurunum og ég held að sé allir sammála það er enginn sem er að andmæla þeirri staðreind sko. Og þess vegna í rauninni finnst mér alveg og sérstaklega það sem að það er náttúrulega vinstri græn sitja í ráðherrastól akkurat núna, það finnst mér rosalega skrítið og þau hafa náttúrulega lofað sko, ég talaði um þetta 5,3% kerfi það var lofað fyrir seinustu kosningar og bara eitt af svona grundvallar loforunum var að stækka það í áfengum upp í 8-10% og nú er náttúrulega komið 1,5 ár og bólar ekkit á því og við erum bara beðin að bíða eftir þessari nefnd og beðin að bíða eftir hinn og þessu, það má samt setja frumvörp sem að varpar sprengju inn í hópinn sko, en það má ekkit skoða þetta fyrir nefndinu búin að skila sínu þannig að maður bara botnar ekki í því hvers vegna það er að vistvænustu veiðarnar sem að skila arði og bera sig fjárhagslega af hverju er ekki sko gert okkur hleypt aðeins meira þannig að það sé bara að lifa á þessu sko. En þið eru að klastu svona ofurefla einhver leiti. Hvernig
Hvernig ætlaði að sigra þetta stríð? Já, sko, já, þetta Davíð og Góliat. Það er ekki nokkur einasta spurning. En ætlum við, sko, ég veit ekki hvort að vætum að sko, uppljóstra strategíum hérna, en það er svo sem ekki leyndamál að SFS og stórútgerðin að þau hafa náttúrulega peningana sko, en þau hafa ekkit annað. Þau hafa enga röksemdafærslu, þau hafa ekkit sko, þau hafa ekkit annað en bara peninga og enga vini nema þá sem er múta og kaupa. Já, en það sem að við höfum sko í strandveiðunum, að við höfum alltaf þessi vistfræðilegu sjónarmið og við höfum sem sagt við höfum alltaf stóran hluta þjóðarinnar bak við okkur, held ég sko. Við höfum alltaf þetta sko réttlætis sjónarmiðin og mannréttinda sjónarmiðið okkar megin. Við höfum alltaf alveg gríðarlegan slagkraft vegna þess að það eru 700 strandveiðmenn og konur út um allt land. Þetta er ekki lítill fjöldi af fólki sko. Þannig þetta er bara það sem við erum að hamra á sko. Að þetta held ég þessi leiðin til þess að og ég held að sko strandveiðikerfið er búið að sanna sig að svo miklu leyti að það verður ekki tekið af okkur núna. Ég held að það væri bara pólitískt ekki hægt að slá strandveiðar út af borðinu og færa það inn í kvótakerfið. En það er náttúrulega allt reynt og til dæmis það sko og það er náttúrulega bara sýnir svona siðleysuna í hugsunaganginum að það er náttúrulega að færa strandveiðikerfið inn í kvótakerfið að þá á náttúrulega bara að dingla einhverjum gulrótum, kvótagulrótum fyrir framan sko menn sem eru jafnvel sko við það að fara að hætta hvort þið er. Og að þú fari 10 tonna kvóta og það verður bara sem að þú getur svo selt fyrir einhver 20 milljónar sko. Og arfleitt börnin þín. Já, og hver myndi ekki segja já við því? Hver myndi ekki segja já við því? Fúnubát, þetta nú verið gert oft áður. Þetta verið gert oft áður sko. En það er þá náttúrulega kostnað komandi kynslóða sem að vilja hasla sig öll í þessu og það er alveg gríðarlegur áhugi. Og það er svolítið sorglegt að með tilkomu kvótakerfisins og því systemi öllu að þá hefur náttúrulega íslenska þjóðin fjarlægst hafið svolítið mikið og hafið er náttúrulega mjög miðlægur punktur í okkar sjálfsmynd og okkar bara hvernig við lítum á okkur sem þjóð. En á undanförnum svona 30 árum að það, sko í dag eru mjög fáir sem að hugsa með sér ungt fólk. Ég ætla bara að fara að vinna eitthvað í sjávarútvegi og við erum sko að fjarlægast hafið. Það er eiginlega búið að taka hafið af okkur sem þjóð. Þannig að nema í hvalaskoðun nema í hvalaskoðun, akkurat og þá bara sem menn sem sem vilja fara í útgerð hafa bara að fara til Noregs að reyna að koma sér fyrir þar sem er reyndar byrjað að þrengja en við erum nú rætt við menn Íslendinga í Noregi sem hafa farið þarna og það er mjög áhugavert að hlusta þá lýsa sjávarútvegsstefnunni þar og hér ekki bara vegna þess að hún sé svona á mannlegri skala þar heldur það líka þannig að sko hagsmunirnir sem hafa keyrt fram breytingarnar á okkar sjávarútvegsstefnu eru líka virkir þar og eru smátt og smátt að mylja undir sig þá sjávarútvegsstefnu. Já. Og það er að gerast út um allan heim, það er að gerast út um alla Evrópu og annað slíkt en ég held að smábáta sjómenn út um allan heim séu svolítið að rísa upp á afturlappirnar og það er svona komað alltaf meira ljós bara alveg frá Spán og Portugal og alveg upp til Danmerkur sko skaðsemin af þessum risastóru batteríum sko bæði félagslega og vistfræðilega og fólk er að vakna til vitundar það held ég og það einmitt þessna er sko okkar fiskur fyrir utan það að vera betri vara þá fólk er líka til að borga fyrir það að taka ekki þátt í hinu sko. Styðja hitt. Herðu Kjartan, þú fórst og lærði félagsfræði og tókst doktorspróf og svo heillaði hafið og það leiddi til þess að þú sagði að það væri barátta Davíðs og Góliat. Þetta leiddi til þess að það er verið að ýta þér út á vígvöllin og þú þarft að berjast þarna við ósýfnasta auðvald á Íslandi, ég held að það sé alveg hægt að segja það. Þetta er það sem er langbest skipulagt, langmest samanþjappað og bara ósýfnast, það veikast ekkert við að ofsækja alla svo sem að andmælaðum, blaðamenn sem að skrifa þá og fleira sem hefur komið fram.
Hvernig líður þau svona þess að við verðum að íta þér út á þennan völl? Já, kona mín var nú svolítið farin að hugsa sér til þess hvert þetta væri góð hugmynd að fara Hvort þetta væri það sem eitthvað vantaði ykkar líf? Já, að fara að kasta steinum í þann risa sko. En reyndar verði ég að segja eitt verði eiginlega að fá skjóta því enni með kvóta eigendur að það er ekkit allir á þeim stað sko. Það eru til fullt af fyrirtækjum út all land sem eru sko bara virkilega umhugað sína heimabyggð og vilja bara búa til atvinnu sko. Já, en Kjartan, það er oft háð kynslóðaskiptum. Þú ert nú á nesinu og þú þekkir það að Snæfellsnesinu var þetta sagt árum saman að þeir hefðu betri útgerðarmenn en aðrir sem væru ennþá hvað ég segja, svona höfðingjar meðal manna eins og útgerðarmenn voru oft í gamla daga þar sem voru háðir sko þorpinu og þess svona erum við með þess að eins og Einar Guðfinnsson og eitthvað fleira og það voru svona leifar af þessum hugsunum hjá útgerðarmönnum á Snæfellsnesi og trú á íbúunum að þeir myndu gæta þorpinu sínu. Það sem gerðist við kvótakerfið er að útgerðarmaðurinn var eiginlega frjáls frá þorpinu. Hann gat bara flutt auðinn sinn í burtu. Hann gat bara búið einhvers staðar annars staðar, börnin hans byggu einhvers staðar annars staðar og hann var ekki sko höfðingi meðal manna, heldur var hann bara höfðingi fjálsins. Og síðan þetta eru sumir, þótt að kerfin sé breytt að þá eru menn ennþá með sömu hugmyndirnar, útgerðarmenn, en svo náttúrulega bara verða kynslóðaskipti og eins og kerfið er núna, þá er óhjákvæmilegt annað en að allir þessir sem að þú ert að vísa sem góður að útgerðarmenn, menn líka menn fyrir austan og víða, sem að eru með þessa svona ábyrgðartilfinningu gagnvart sínum byggðarlögum. Á endanum mun náttúrulega bara stór fjármagnir bara svo þetta til sín. Það er óhjákvæmilegt. Alveg svo þú varst að lýsa með litlu bátana þar sem er óhjákvæmilegt ef manninu er búið það að halda áfram að vera í sóknar strandveiðunum eða fá útlutaðum 10 tonna kvóta sem getur selt. Það er næstu því ómannlegt að ætla honum að gera það ekki. Já, og þetta er alveg hárrétt en þess vegna segi það sko að ég vil ekki sko það er náttúrulega kerfið sem er leiðir til þessar spillingar og rottuna sko. Og þess vegna vil ég ekki sko persónu gera sko kvóta eigendur of mikið sem illmenni sko og það er náttúrulega eflaust einhver illmenni þar á milli. Stórútgerðin þegar hún kemur saman hún er miskunnarlaus. Hún er miskunnarlaus og hún er alveg og sko þetta er náttúrulega stærsta og miskunnarlausasta mafía Íslands, það er ekki nokkur einasta spurning. Og ég held að Svandís Svavarsdóttir hafi bara hreinlega ekki áttað sig á því og ég hef svona ákveðna samúð með henni vegna þess að ég held að hún hafi bara ekkert áttað sig á því hvað hún væri að fara að eiga við. Ég myndi ekki vilja vera með SFS andandi ofan í hálsmálaða mér alltaf þegar ég labba inn á minn vinnustað sko. Þannig að ég hef svona ákveðna samúð þar sko og svo er náttúrulega búið að planta embættismönnum hægri vinstri sko hliðhóllum stórútgerðinni sko. Þannig að jafnvel sko að því að hún alltaf veit ekki eða vissi ekki sjávarútveg þegar hún fór í embættið eflaust sko stóla svolítið á sína embættismenn og ég veit ekki hversu hlutlausir þeir eru sko. Það er náttúrulega þegar kerfið hefur aðlega sig að hagsmunum finna stóru í svona langa tíma þá er engin sko ekki eins og skrifstofstjórinn í sjávarútvegsráðuneytinu nema þjón í því kerfi. Þannig er það bara. Það er engin sem er að skrifa sjávarútveg í 200 mílur í mokkanum nema bara þjón í því kerfi. Og smátt á bara og bankarnir og þeir sem er að lána og smátt á bara all kerfið er að þjóna þessum hagsmunum. Já, þannig að til að svara spurningunni þinni, jú, ég hef alveg ágjörð því að vera að kasta steinum í þannig risa sko, en samt ég held að ég sé þá freka bara eitthvað steinvala í skónum frekar heldur en eitthvað ógn, þannig að sé sko. Þið ætlaði að ná árangri? Við ætlum að ná árangri, við ætlum að gera það. Það er ekki það skiptir máli fyrir ykkur en það skiptir líka máli bara fyrir almenning fyrir almenning og fyrir komandi kynslóðir og bara fyrir svona sjálfsmynd Íslendinga myndi ég segja að vera ekki að þetta rofa milli þjóðar og hafs verði ekki endanlegt og varanlegt og þannig að þetta er svo stór hluti af því hver við erum sem þjóð. Já, og það sem við fáum í staði er ekki þess virði að fórna þessu? Nei og það að hver sjávar byggðin að fætur annari leggist af
og berjist í bökkum að það bara ekki réttlætanlegt og sérstaklega ekki það sem að sko þetta kerfi, strandveiðikerfi, að það gæti sko, það engin töfralausn, en það gæti sko skipt alveg gríðarlega miklu máli fyrir brothættar byggðir og munur náttúrulega á því og því sem að þarna auðlindin okkar er að boða, þetta top down sko, það sko að strandveiðar eru algjörlega sjálfsprottin grasrótarlausn á byggðavandanum. Þar það bara fólkið í landinu sem að ræður því hvaðan það að róa og enginn getur sagt neitt annað sko. Og það náttúrulega sko, það náttúrulega ákveðin mannréttindi falin í því en það kemur kerfið út frá því að velja sér búsetu og velja sér atvinnufrelsi og búsetufrelsi. Það Kjartan, gangi ykkur vel í baráttunni. Já, þakka þér fyrir.